Kynsjúkdómar eru sjúkdómar sem að smitast við kynmök eða aðra kynferðislega hluti. Þetta eru margs konar sjúkdómar, ég ætla að telja upp nokkra, til dæmis sárasótt sem að smitast af bakteríu. Einkennin eru sár sem koma 2 til 4 vikum eftir smit, sár á leggöngum hjá konum og getnaðarlim karla, oft á kónginn. Einkennin hverfa fljótlega eftir að þeim koma fram fyrst, en sýkillinn getur haldið áfram og komist inn í miðtaugakerfið. Hann getur valdið sárum annars staðar á líkamanum og getur stórskaðað miðtaugakerfið, valdið blindu, lömun, jafnvel geðsjúkdómum og getur skaðað fóstur verulega hjá ófrískum konum. Lekandi það er líka baktería eða gerill sem orsakar lekanda og klamydíu. Þessa 3 sjúkdóma er hægt að lækna með sýklalyfjum, en lekandi og klamydía myndast, bakterían myndar bólgur í sárásinni, eða þvagrásinni réttara sagt, bæði hjá körlum og hjá konum, og getur, ef að þeir fá að grassera óáreittir, valdið ófrjósemi. En alla bakteríusjúkdóma er hægt að lækna með sýklalyfjum. Kynfæra herpes, það er veira sem orsakar það. Þar er ekki mikið hægt að gera í sjálfu sér. Þetta er eins og ef maður fær frunsu. Það er hægt að nota einhver krem eða eitthvað til þess að minnka áblásturinn, en það er raun, maður læknar þetta ekki. Lifrarbólga C, það er líka sjúkdómur sem maður læknar ekki beint, en þetta er veirusjúkdómur. Það er að vísu komin fram nýlega lyf sem að lofa góðu, en þau eru mjög dýr og ekki sjálfgefið að allir fái þau. Eyðni eða HIV, það er líka veira. Eyðni er mjög sérstakur sjúkdómur að því leytinu til, og í raun tölum við ekki að einstaklingur, þó hann smitist, hann sé komin með eyðni strax. Við tölum að hann sé HIV jákvæður, því hann getur borið HIV veiruna, hún getur verið að fjölga sér í líkamanum. Hún ræðst á hvítu blóðkornin og fá hvítu blóðkornin til þess að framleiða fleiri veirur, þannig fjölga veirur sér jafnvel í mörg ár, og einstakling getur verið algjörlega einkennalaus í mörg ár. Hins vegar, þegar hann veikist, þá tölum við hann sé komið með eyðni, og það er í raun lokastig sjúkdómsins. Það sem að eyðniveiran gerir, hún eyðileggur hvítu blóðkornin og eyðileggur þannig ónæmiskerfi líkamans. Þannig að þegar fólk á endanum deyr, þá deyr það ekki úr eyðni, heldur það deyr úr lúnabólgu eða einhverjum öðrum sjúkdóm, sem að ónæmiskerfi líkamans myndi alla jafna ráða auðveldlega við, en af því að ónæmiskerfið er orðið ónýtt, þá ræður líkaminn ekki við það. Hérna áður fyrr voru engin lyf til við eyðni, en í dag eru til lyf. Þau lækna ekki viðkomandi af eyðni, en þau geta haldið einkennunum niðri, bæla sjúkdómi niður, þannig að fólk fer ekki yfir á þetta eyðni stig. En þessi lyf eru mjög flókin, það þarf að prófa mismunandi lyfjaskammta og því fylgja miklar aukaverkanir.
og það tekur langan tíma að prófa lyf og svo ef það virkar ekki þá þarf að hætta á þeim aftur og byrja á öðrum og þetta tekur marga mánuði. Þannig að líf fólks sem er HIV jákvætt er ekki gott þó svo það sé betra í dag en það var fyrir 10 eða 20 árum. Síðan eru til ýmiss konar sveppasýkingar. En það er hægt að fá lyf oftast við þeim. Það sem skiptir öllu máli, ef maður heldur að maður sé smitaður af kynsjúkdóm og skiptir í raun ekki öllu máli hver það er, að það er að fara til læknis. Það er hægt að fara á húð- og kynsjúkdómadeild Landspítalans, láta skoða sig, fá svar mjög fljótlega og þá er hægt að bregðast við því ef maður skyldi vera með eitthvað kynsjúkdóm. Því að þessir algengustu sem eru þessir 3 fyrstu, þeir eru læknanlegir. Það er hægt að taka að fá bara sýklalyf og þá er hægt að losa sig við þessar bakteríur. En það er ekki gott að vera smitaður þessu því að oftar en ekki þá eru einkennin ekkert mikil. Maður getur vel verið með kynsjúkdóm mjög lengi án þess að átta sig á því að maður sé smitaður.